Komið sæl og velkomin aftur á Ásvelli. Haukar á góðri leið með að halda þessu einvígi á lífi en 6 mörk er svo sem ekki mikill munur í handbolta. Sáum það best á 7-0 kaflanum sem Haukar náðu þarna á einhverjum 10 mínútum í fyrri hálfleik. Er spennustigið of hátt hjá Frömmurum Reynir? Já, eða of lágt jafnvel, ég veit það ekki. En það sem að gerðist náttúrulega þarna í fyrri hálfleik var eins og Davíð sagði, ótíðan bara skot. Og á þessum kafla voru mikið einu færri, þannig að þeir voru að klára sóknirna mjög óskynsamlega og Haukarnir refsaðan fór í bakið á þeim og Aron með frábæra sendingar þarna fram og voru ná bara stuttum tíma breyttur þessu í hérna gott fólkskot, Haukarnir. Það var einhvern veginn leið og Haukarnir og Aron skipti yfir í 6-0 vörnina, þá lokaðust alla leiðir fyrir Framara. Já, það sem ég finnst virkilega gaman að sjá er baráttuna í Haukavörninni og einmitt eins og segir það 6-0 vörnin kom að Matti og fleiri þarna alveg eins og öskrandi ljónandi í vörðinu henda sér á alla bolta og fögnuðu hverjum vörðum bolta eins og marki. Já, og það er náttúrulega, þegar sóknin er ekki alveg að ganga sem skildi þá er alltaf versta sem sóknarmaður fær í andlitið er einhver varnarmaður kemur og öskrar framan í og fagnar hann hafi varið frá honum sko. Þannig að mér finnst þetta svona liggja þannig baráttan er búin að vera gríðarlega mikil hjá Haukunum og þar af leiðandi hafa þeir fengið flott hraðuplaup. Freyr skoraði þarna trekk í trekk í hraðuplaupum og ég meina ef þetta er ekki besta innspýt í svona leik, þú veist, þess að halda áfram og ná forystu, þá veit ég ekki hvað það ætti að vera. Sammála mér í því að sko, Framararnir svona fyrstu 7-8 mínútur leiksins litu bara út eins og verðandi Íslandsmeistarar og voru komnir hingað til að klára þetta dæmi. Já, þeir litu mjög vel út og hérna, það sem ég fannst líka var þessi varnarleikur sem Haukarnir voru að spila. Þeir byrjuðu í framlengingandi vörn, komið svolítið óvart, hún var ekki að ganga vel. Sá þarna einmitt gott dæmi, Sigur Eggertsson fer auðvitað í gegn. Já, hún var mjög léleg vörnin hjá þeim þegar voru í framlengjandi en svo okkur þeir smeltu yfir lág sem ég finnst nú þetta Framararnir svona ekki ná að nýta sér. Það eru nokkrar glöfur hérna í vörninni hjá Fram sem að mér finnst þeir ekki að ná að nýta sér eins og upp á klippingum og líka það línanleikum milli 2 og 3 þá eru glöfur hérna sem að myndast sem ég finnst þeir hafa ekki að nýta sér. Þetta er svakalega erfitt hjá Frömmurum í sókninni. Já, ég meina meðan að Haukarnir eru svona grimmir í vörninni þá hefur þeim gengið erfiðlega með að komast í gegn en það er alltaf hægt að finna glufur og ég veit að þeir náttúrulega ráða ráðið sín núna í hálfleik og væntanlega koma með einhverja lausnir en mér líst mjög vel á Haukana og sérst varnarleiki þeirra og svo eru þeir líka búin að vera að spila mun betur sóknarlega mörgu leiti. Ég meina eins og Gylfi er búin að vera að skora gríðarlega mikilvæg mörk úr hornunum. Ég meina hann hefur ekkert verið að skora rosalega mörk úr hornunum en nú er hann búin að eiga mjög flottan fyrri hálfleik, komið með 6 mörk, já, og eins og ég sagði á hann Freyr og Gylfi, nú er allt í einu hornamennirnir orðnir markahæstir sem hefur ekki verið, þannig að mér finnst það ánægilegt líka fyrir Hauka. Virkilega, já, gott merki náttúrulega þessi að fá þessi hraðaplusmörk. Já, og mér finnst líka bara sóknarleikurinn mjög góður hjá þeim og það sem að þeir eru að gera mikið eins og sjáum þarna. Stöðuna sem að þeir eru að leita eftir er maður og mann á Jóa sérstaklega. Það er mikið svæðið þarna utanvert á Jóa sem að Haukarnir eru að sækja mjög mikið í og hafa gert mjög vel. Þannig að þeir eru að fá góða sóknir og mér finnst líka Tjörfi mjög góður, Sigurbergur góður, Gylfi góður. Þeir eru með ógnun annars staðar og eru að fá mörk alls staðar á vellinum. Þegar Haukar eru í þessum ham sem eru í dag, geta Framararnir snúið þessu við? Vonandi ekki, nei, ekki ef að Haukarnir halda svona áfram þá sé ég það ekkert gerast auðveldlega. Ég meina þetta eru 6 mörk og ef að Haukarnir halda áfram að vera með svona mikla baráttu þá verður þetta mjög erfitt fyrir Fram. Mér finnst þetta kannski líka snúa svolítið mikið Framarana. Þeir eru rosalega daufir hérna nokkrir, Róbert, Jóhann, Sigurður og fleiri. Mér finnst þetta líka kannski snúa svolítið þá hvað þessi drengir ætla að gera. Ætla þeir að láta flengja sig hérna í dag eða ætla þeir að heisa upp þessum brækurnar? Líta ekki út fyrir að spila mikilvægan úrslitaleik? Nei, alls ekki og ég held jafnvel að spennustigið séu aðeins og látt við það núna. Þeir þurfa að trekkja það aðeins upp. Það er spurning hvað Einar Jónsson hefur sagt við sína menn í hálfleik. Það verður áhugavert að sjá hvernig þessi seinni hálfleikur þróast eins og í fyrri hálfleiknum. Þá ætlar Einar Örn Jónsson að lýsa þeim seinni. Akkurat það, engar skiptingar hér hjá okkur. Sjáum hvað gerist hjá liðunum hins vegar. Framarar eru með sitt byrjunarlið frá því upphafi leiks að því frátöldu að Haraldur Þorvarðarsson er ekki á línunni, heldur Garðar Sigurjónsson. Magnús Gunnar Erlendsson kominn aftur í markið hjá Einari Jónssoni og hans liði hjá Haukum. Já, þeir halda áfram eins og þeir hættu í 6-0 vörninni, byrjuðu í 5-1 í upphafi leiks en eru í 6-0 vörn núna. Og Framarar byrja síðari hálfleikinn jafnt í liðum. Hins vegar 6 marka munur Haukum í vil. Róbert Aron gegn Árna Steini. Stefán Baldvin. Jón Gunnar og Sigurður
Róbert sækir að vörninni, þá Sigurður og Jón Gunnar. Sigurður og Matthías Árni. Þeir lékum saman hjá Gróttu. Matthías Árni og Sigurður ættu að þekkjast ágætlega. Róbert og Árni sækir gegn Árna Steini, kemur boltanum áfram og segir svo hugur að styttist í brottvísun hjá Haukunum. Sigurður með skotið og Aron Rafn varði það. 5. skotið hjá Aroni. Það hafa verið fá sem hann hefur tekið frá Sigurði að undanförnu. Haukar brunnu upp og brotið á Tjörva strax. Sáum nokkur svona skot hjá Sigurði í síðasta leik. Ekki aðeins svo nálagt markverðinu þarna. Örlítið utar hafa hann sungið í netinu. Kunnulegt kerfi hjá Haukum. Sigurbergur sækir Jón Þorbjörn, skiptir svona stöðu við Tjörva og gerir árásir vinstra megin og Tjörvi Árni Steinn inn á línuna á Jón Þorbjörn. Hann er ekki að snúa sig í gegn. Gerði það á endanum reyndan, er búinn að taka allt á mörg skref. Gerði Ægir Hrafn vel í vörninni að halda Jóni frá markinu. Sigurbergur. Árni Steinn gerir ára sjálf út í hornið á Gylfa. Gylfi hættir við að fara í gegn og reynir að senda boltan á Árna Steinn og gerir það. Gylfi sækir að vörninni á Sigurberg og Tjörvi höndin komin upp. Tjörvi með skot. Það er yfir markið. Magnús Gunnar fljótur að koma boltanum í leik. Róbert Aron sækir hér gegn Árna Steini og nú hlýtur Árni Steinn að fara að fjúka velli fljótlega. Nei, en hann gerir hann nú inn á. Róbert, hann var bara hissa á því að Árni Steinn hafi ekki fólkið út af. Stefán Baldvin leipur um horninu. Róbert gerir árast á Sigurður og Jón Gunnar. Og Sigurður aftur kominn nálægt markinu en Haukarnir mæta mun betur út á Sigurð Eggertsson en þeir gerðu í síðasta leik. Róbert Aron gegn Gylfa, dæmdur ruðningur á Róbert Aron. Gylfi Gylfason steig þarna skref á móti Róberti. Það var fjarlægðin orðin býsna lítil á milli þeirra. Ekkert mark komið í síðara hálfleikinn. 3 mínútur liðnar af honum. Árni Steinn, Tjörvi, Sigurbergur á Tjörva og áfram heldur leikurinn. Freyr yfir á Árna Steinn og hleypur svo inn á línuna og fær boltan aftur frá Árna Steini en Magnús Gunnar ver frá Frey Brynjarsinni. Annars skoti sem Magnús ver. Seinni bylgjan hjá Fram. Jóhann Gunnar kemst ekki fram með Tjörvin að koma boltanum inn á línuna en Haukarnir komast fyrir. Öllu rólegar á stað þessi seinni hálfleikur. Sigurður á Jóhann Gunnar og Jóhann endurinn vanta bitið í Jóhann Gunnar. Og hann sé markaðistur framara með 3 mörk. Sigurður Eggertsson, þarna kemst hann inn á sitt svæði og skorar annað markið hjá Sigurði Eggertssoni. Fyrsta markið í síðara hálfleik minnkamuninn í 5 mörk. Er hann nær að skjóta þarna fyrir innan puntalínuna, þá er hann stórhættulegur. Tjörvi inn úr horninu og setur boltan snirtilega yfir Magnús í horninu í markinu. 4. markið frá Tjörva. Leikur muninn aftur í 6 mörk. Vel skotið hjá Tjörva. Róbert, Sigurður á Jóhann Gunnar, hann lyfti sig upp með skot en Sigurbergur náði að trufla hann í skotinu. Aron Rafn varði 7. skotið sitt. Seinni bylgjan hjá Haukum. Sigurbergur, Tjörvi og róar svo leikinn núna. Stillir upp í hefðbundna sókn. Tjörvi, Sigurbergur. Tjörvi, Sigurbergur sækir og yfir á Árna Steinn. Árni Steinn kemst í skotfæri en skotið ekki nægilega gott og Magnús Gunnar ver. Magnús Gunnar mætir hér öflugari til leiks í síðara hálfleik en hann gerði þeim fyrir. Búinn að vera 2 skot hér strax. Mættur þarna í hornið. Þessi nákvæmlega hvert Árna ætlaði að skjóta. Freyr kemur þá út fyrir
Og kemur boltanum ekki Árni. Róbert kemst á milli, Framarar brunir hraðahlaup. Stefán Baldvin fer sjálfur alla leið og skorar. Stefán Baldvin Stefánsson. Þriðja markið hans. Það fljótur fram hana. Var nú með Ólaf með sér, en fór sjálfur. Treysti sjálfum sér best í þetta. Skoraði þriðja markið sitt, 14. mark Framara. 5 marka munur, 19-14. Tjörvi á Árna Stein og sendingin slæm. Sigurður Eggertsson hirði boltan fram á Stefán Baldvin. Tjörvi til varnar, dæmt skref á Stefán Baldvin. Og Haukarnir þá bruna fram. Freyr fremstur og hann skorar. 7. markið hjá Freyr Brynjarsinni. Sjáum þetta markið. Framarar klaufalegir og eða óhefnir þarna að missa boltan aftur. Og Jón Gunnar með skot, búið að brjóta á honum. Aron varði. Það þess að Framarar minnkuðu í 4 mörk. Juku Haukarnir núnin aftur í 6 mörk. Sigurður Vittar með Róbert Aron. Lyftir sig upp með skot fram hjá Mattíasi og yfir markið. Haukar róa leikinn niður. Elías Már kemur aftur í skyttuna í stað Árna Steins. Og Þórður í vinstra hornið í stað Freys. Aron að dreifa álaginu hjá sínum mönnum. Elías heitir núna inn á línuna. Tjörvi sækir að vörninni, klippir við Gylfa. Gylfi kemur boltanum á Sigurberg á endanum. Hér kemur Sigurbergur, fer fram hjá Stefáni Baldvini. Magnús Gunnar ver, en Elías nær að plaka boltanum í netið en búið að dæma línu á hann. Fjúvarinn skot hjá Magnúsi. Sigurður Eggertsson með sendinguna fram á Stefán Baldvin. Og Jóhann Gunnar kemur svo á siglingu, en kemst ekki fram hjá Jóni Þorbirni. Haukar fljótið tilbaka. Elías Bóasson í hægri skiptunni hjá Fram að 9. Róbert Aron heldur áfram vinstra megin og kemst hér á siglinguna. Tjörvi brýtur á honum og fær tveggja mynda brottvísun. Fyrsta brottvísun og Tjörva. Sjáum við misskilningur hjá Elíasi og Jóni og Tjörvi fer þarna aftan í skotöndina hjá Róberti. Hárréttur dómur. Ég er ekkert að vísnast neitt yfir þessu. Annað sem Framarar eru manni fleiri. Róbert, Sigurður, Elías finn ekki klufu í þetta sinn. Sigurður, Róbert út í hornið á Stefán. Og Róbert aftur og hér kemst Róbert sjálfur í gegn og brotið á honum, en aðeins aukakastæn. Höndin komin upp hjá dómurunum. Ísna snemma, verðið að segja Sigurður yfir á Elías og Elías með skot sem fer af vörninni og þaðan af Aroni og í netið. Annað markið hjá Elíasi Bóasinni. Átt fína innkomi hér. Skoraði 1 mark í fyrri hálfleik, annað mark hér. Líka munin í 5 mörk. 1 mínúta og 12 sekúndur þar til Haukar eru með fullskipa lið. Gísli Jón Þórðarsson bregður sér þá við sóknina á miðjunni í stað Tjörva. Þórður kemur út úr horninu. Gylfi. Gísli Jón með boltan hér. Elías Már. Elías sækir. Gylfi komin út úr horninu hinum megin og dæmt skref á Gylfa Gylfason. Þetta Framarar minnkað munin í 4 mörk. Stefán Darri og Sigurður Eggertsson með undir skot og Aron ver frá honum. 7. skotið hjá Aroni. 33 sekúndur þar til Haukar er með fullskipalið. Sigurður, Elías. Elías hætti að fara í gegn og Þórður brýtur á honum. Umtalsverður hæðamunur þarna þeim. Róbert lyftir sig upp og skotið er fram hjá markinu. Eitthvað miðið ekki alveg í 100% lagi hjá Róberti Aroni í þessum leik. 3 mörk úr 10 skotum og þar af 4 þessara skota sem hafa geigað hjá Róberti hafa hreinlega farið bara fram hjá markinu. Haukar með fullskipalið. 5 mörkum yfir. Gylfi kemur út úr horninu og sækir Sigurberg.
Sigurbergur inn á línuna á Jón Þorbjörn. Jón Þorbjörn skýtur með vinstri og skorar. Annað markið hjá Jóni Þorbirni. 6 marka munur að 9. Já, bara að láta vaða með vinstri, en menn á ekki að losa hægri höndina. 21-15. Þetta 20 mínútur eftir að þessum leik. Sigurður fyrir Framara. Jón Þorbjörn út á mót og fær 2 mínútna brottvísun. Það virðist að fara þarna í andlitið á Sigurði. Það kemur hér út. Þetta er svipað atvik og var með Ægir Hrafn hjá Fram í fyrri hálfleiknum. Og gult spjald á Aron Kristjánsson. Þjálfara Hauka fyrir mótmæli þarna. Haukar aftur mannifæri. Sigurður með skoti sjálfur og skorar. Sigurður Eggertsson fékk hérna góða blokkinningu frá Garðari. 3. markið hjá Sigurði. Enginn að hjálpa Gísla Jóni. 5 marka munur. Tjörfi aftur kominn á miðjuna hjá Haukum. Eftir að hafa setið af sér sína brottvísun. Þórður kemur út úr horninu vinstra megin hjá Haukum og inn á línuna. Elías Már sækir þá og reynir að fara fram á Róberti og fær aukakast. Tekur svona drúgan tíma þarna í að stoppa og taka fríkastið. Þórður leikur inn. Tjörfi sækir á Sigurberg. Sigurbergur reynir að ná skotamarki, gerir það Magnús Gunnar Ver og dæmt aukakast. Stefán Darri gerði vel hérna í að ná að brjóta virkilega á Sigurbergi. Höndin uppi hjá dómarunum. Haukar spilla þá upp fyrir Sigurberg. Kemur Sigurbergur hættir við að skjóta og fer svo inn úr þröngu færi í horninu. Magnús Gunnar Ver og Ólafur Jóhann nær frákastinu. Framarar bruna af stað upp í seinni bylgjuna. Sigurður. Róbert Aron allt frítt hægra megin. Róbert Aron fer eins og sjálfur í gegn og skorar. 4 mörk hjá Róberti Aroni sem minnkar munin einmitt niður í 4 mörk. Þórður Rafn greip í tóm og Róbert rættur ekki bjóða sér svona færi. 18 mínútur eftir, 4 marka munin, 21-17 og það eru enn 20 sekundur þar til Haukar eru með fullskipa lið. Framar búinn að skora 2 mörk á meðan Haukar eru einum færi núna. Elías Tjörfi yfir á Sigurberg, Þórður Rafn á línunni. Elías lyftir sig upp með skot. Magnús Gunnar Ver og Framarar halda boltanum. 6 varinn skot hjá Magnúsi. 5 hér í síðari hálfleik. Sigurður Eggertsson í seinni bylgjunni út í hornið á Stefán Baldvin. Hann fer inn og skorar. Stefán Baldvin Stefánsson með 4. markið sitt og munurinn kominn niður í 3 mörk. 21-18 og Aron tekur leikið. Vel spilað hjá Sigurði Eggertssoni. Stefán teygir sér vel fram hjá Aroni og skorar í fjarðarnið. Stingur nú eitthvað við hérna. Við erum nokkuð svolítið passífir öllum okkar aðgerðum, sóknarlega. Hörru, við erum að hægt, við erum að beint, ekki með beint. Við erum að fara miklu með harðari árásir á tvístæð. Þetta með. Taktu Adam. Við kemur inn, við erum það vinstra megin, fengjum að smá pásu. Við tekið atriði eins og bara 10 hægri. Þetta með. Elli byrjar aðeins breytt, byrjar inn, leysir inn, blokkar að tvistinn, kemur. Það er annað gott að koma beint með Ronna, yfir, út fyrir blokkina þar í skotu. Leikur Jói hérna úti, leikur framhjá. Komið hérna! Spila! 60 mínútur! Þrjúmarkið hjá Fram búinn að breyta stöðunni úr 21-15 í 21-18 og allt saman á meðan Jón Þorbjörn Jóhannsson var utanvallar hjá Haukum. Nýttu þennan kafla vel Framarar. Adam Haukur Bamrúk kominn inn í lið Haukana í vinstri skiptustöðuna. Sigurbergur Sveinsson orðinn þreyttur og fær að hvíla sig. Sigurbergur búinn að skora 2 mörk fyrir Hauka til þessa í leiknum.
Elías Már og Gylfi. Hjörvi og Adam. Elías hleypur núna inn á línuna. Adam Haukur kemur og fær boltan, lyftir sig með skot og skorar Adam Haukur Bamrúk. Önnur snertingin hjá honum í leiknum. Átti eina sendingu, fekk boltan beint upp í skot og skoraði. Hér þarf enn eitthvað að huga að spilboltanum. Það vera blautur. Línur allar reynilega að skipta bara bolta hérna. Nójó, skipta bara bolta núna framararnir. Sigurður búinn að sækja nýjan bolta. Elías Bóðarsson fyrir fram hægra megin. Róbert Aron og Sigurður. Nú til pláss fyrir Róbert hérna. Róbert hætti við að fara í loftið. Elías. Þá reynir Róbert aftur og Gylfi kemst á milli. Boltinn af hverjum út fyrir af Gylfa, segir Anton. Framarar eiga innkastið. Sigurður og hætti við að skjóta, sendir inn á Garðar á línunni og Garðar setur boltan glæsilega yfir höfuðið á Aroni. Minkamuninn aftur í 3 mörk, 22-19. Vel spilað hjá Sigurði og vel skotið úr erfiðri stöðu hjá Garðari. Fyrsta markið hjá honum í þessum leik. Elías Már og Hjörvi. Adam Haukur. Og væntanlega aftur sama kerfi og áðan Hjörvirinn að senda inn á Jón Þorbjörn á línuna. Það gengur ekki, Framarar vinna boltan. Koma af stað, finna Stefán Baldvin í horninu. Stefán Baldvin fyrir inn en Aron Rafn ver við frá Stefáni núna. 8. skotið sem Aron Rafn ver. Stefán búinn að nýta öll hinn 4 skotin sín í leiknum. Þá Haukar annan tækifæri til að auka muninn aftur í 4 mörk. Stefán er að setja boltan á nærhornið en Aron lokar vel. Freyr kemur út úr horninu hjá Haukum í sókninni. Freyr sækir og við það komast í gegnum vörnina en sendingin á Elías var hins vegar ónýtnuð og Framarar vinna boltan. Haukar í keppni núna að tapa boltan í sókninni. Sigurður fer alla leið sjálfur, Aron ver og aukakastar. Sigurður skildi Tjörva þarna eftir. Hælana linda jörðina, áfram heldur sóknin. Róbert Aron, Stefán og þá stöða dómarinn í leikinn og Elías Már sprettar af velli og skiptir við Árna Stein. Einhver bleita að fara á gólfið. Einar Jónsson, býsna rólegur á bekknum hjá Frömmurum. Ræðir við sína menn hérna í bakgrunni. Framarar geta minkað muninn í 2 mörk. Hann munaði síðast 2 mörkum í stöðunni 9-7. Róbert Aron, yfir á Sigur, á Elías, Adam til varnar, Sigurður, Róbert Aron inn á Garðar á línunni og hann er í fangin á Mattíasi. Aukakast dæmt. Þetta 15 mínútur eftir þessum leik. Elías kemst ekki fram hjá Adam. Það var ekki einstaklingsframtakið Framarar. Það er spilið sem hefur komið þeim aftur inn í þennan leik. Sigurður yfir á Elías og Elías fær hér högg. Það er högg í andlitið að því virðist vera. Hlynur var nú sennilega ekki mikið meira en svona 2 metra frá þessu atviki. Og fær þarna stingur að minnstakosti 2 í andlitið. Hlynur Leifsson dómari matar svo að þetta væri ekki 2 mínútna brottvísun. Elías liggur hins vegar enn. Hvort þetta fengi högg í augað. Þetta virtist ekki vera neitt sérstaklega þungt. Ef það er í augað þarf það ekki að vera þungt.
Elías staðinn á fætur að nýju. Höndin uppi hjá dómarunum, Garðar tekur aukakastið á Sigur og 2 mínútna brottvísun á Hauka. Ja, Garðar þóttist nú taka aukakastið þarna fyrst. Einhvern tímann hafa menn verið reknir út af fyrir að þykjast taka aukakast. Svo hana, þetta heitir víst óíþróttamannsleg framkoma á dómaramáli. En Matthías fær 2 mínútna brottvísun fyrir að rjúka þarna út áður en að Framararnir tók aukakastið. Framar að því einum manni fleiri að nýju. Síðan skoruðu þeir 3-0, einum fleiri. Gerði það aftur en staðan voru mjög jöfn. Sigurður, Róbert Aron á Elías. Elías í gegn og hann skorar en dæmt lína á Elías. Anton ekki í nokkrum aða þarna segir að Elías hafi verið lentur. Kemur hann, svífur í gegn. Jú, hárrétt hjá Antoni. Elías var lentur þarna. Haukar vinna því boltan. Einum færi og gult spjald á Einar Jónsson. Anton Gylfi Pálsson. Þar með eru báðir þjálfarar búin að fá gult spjald. Og það tók 40 mínútum lengur að veifa gula spjaldin á báða þjálfarana núna en í Safamýri á miðvikudaginn. Þá voru þeir báðir komin með gult eftir 6 mínútur. Sörvi leikur hér inn á línuna. Freyr, Adam Haukur, Árni Steinn. Gylfi aftur á Árna Steinn. Adam. Sörvi yfir á Adam. Adam reynir að komast í gegn, finna enga glufu, ávörð Framara. Freyr reynir hér að fara inn á vonlausu færi og dæmdur ruðningur á hann. Haukarnir tapa boltanum, 50 sekúndur eftir þeir eru með fullskipa lið. Róbert Aron og Sigurður Eggertsson. Það gerir Sigurður, skilur Jón Þorbjörn eftir, nær að opna fyrir Elías en Haukarnir ná að loka þessu. Sigurður aftur, inn á Garðar, frábærlega spilaði lína dæmt á Garðar Sigurjónsson. Aftur dæmt lína og þetta er rétt, hann stendur inn í línunni og nær ekki að planta sér alveg út fyrir áður en að fær boltan. Og Haukar fá því boltan, aftur heppnin hér með Haukunum. 12 sekúndur þar til Haukar eru með fullskipa lið. Þeir sækja einu færi, Adam. Og slæm sending frá Adam, Róbert nær að vinna boltan, kemur honum á Stefán Baldvin en Freyr fljótur tilbaka og brýtur á Stefáni. Vildi nú meina að hann hafi farið í boltan þarna og sjáum að Aron vill meina það líka. Anton er hins vegar öðru máli, dæmir vítakast og 2 mínútna brottvísun á Frey Brynjarsson. Hér kemur sendingin. Stefán stingur niður, já. Freyr slæðir vissulega í boltan. En keyrir jafnframt sömuleiðis í bakið á Stefáni. Málið er lagt í dómarana sem dæma víti og 2 mínútna brottvísun. Sigurður Eggertsson á vítalínunni og Aron Rapp ver frá honum. Aron Rapp, 9. skotið sem hann ver, annað vítakastið. Ekki gott víti hjá Sigurði. Í millihæð, beint í höndina á Aroni. Haukar einum færi, fyrri brottvísunni er lokið og Freyr fór bara beint út af. Eftir að Jón Þorbjörn fekk að koma inn á. Sörvi sækir hér gegn Stefáni, Sörvi og Árni Steinn hættir við að skjóta. Sigurbergur, Sörvi aftur, Þórður Rafninn á línunni, Sörvi sækir, Róbert Aron. Löngu búinn að lesa hvað Sörvi ætlaði að gera og brauta á honum. Still upp fyrir Árna Steinn, Árni með skotið beint í vörnina og boltinn hér langt út af völlin, höndin komin upp hjá dómarunum, Gylfi Gylfason á Árna Steinn og Haukarnir missa boltan og Tjörvi rekinn af velli í 2 mínútur fyrir að kasta boltanum í burtu eftir að dómararnir flautuðu. Flaufagangur í Haukunum, ná ekki skot á markið og Tjörvi kasta boltanum svo í burtu eftir að dómararnir flautuðu. Haukar verða því 2 færri í mínútu og svo 1 færri í mínútu þar í viðbót.
Haukar hins vegar búin að spila núna í 3 mínútur einu færri á þess að Framarar hafi skorað. Sigurður yfir á Elías. Elías fer sjálfur í gegn. Aron Ver og vítakast en Framarar vilja fá 2 mínútna brottvísun á Svein Þorgeirsson. En fá ekki. Gunnar Elías fær hér á hálsinn frekar en í andlitið. Sigurður reynir aftur gegn Aroni Rafni og Sigurður með vítakastið og nú skorar Sigurður Eggertsson 4. markið hans og loksins ná Framarar að minnka muninn niður í 2 mörk 22-10 og hálf mínútu eftir þessu leik. Búin að spila í 3,5 mínútu, einum fleiri og þá náðu þeir að skora loks. Gylfi Gylfason sækir að vörninni fyrir Hauka. Haukar 2 færi í 18 sekúndur í viðbót. Sigurbergur, Þórður Rapp yfir á Sigurberg. Sigurbergur klippir við Árnasteinn. Haukar finna enga glufu enda 2 færi. Þórður Rapp sækir og reynir að komast fram hjá Ólafi. Og fær aukakast hér. Keyrði Ólaf þarna niður eftir að Stefán Darri braut á honum. Þetta setur olnbogann hann á undan sér beint í Ólaf. Dómararnir búnir að dæma aukakast og Anton ræðir hér við Einar Jónsson. Fyrri maðurinn hjá Haukum kominn inn á mínúta þar til þá síðari kemur Gísli Jón Þórisson. Árni Steinn sækir og nær ekki að koma skótamarkið. Höndin komin upp hjá dómurunum 10 mínútur eftir þessum leik. Stilla Haukar hér upp fyrir Sigurberg. Gylfi og Sigurbergur hátt í loftum með skot í stöngina og aftur fyrir Framar að vinna boltan og Einar róar sína menn niður. Sjáskoti er valdi rétt horn en ekki nóg hnitt með 30 sekúndur þar til Haukar eru með fullskipa lið. Sigurður sækir og Sigurður komst í gegn, finnur Róbert á Elías og boltinn út í hornið á Ólaf sem náðu nú þessum bolta á endanum, áfram eftir sóknin. Róbert Aron með skot og hann skorar og minkar muninn í 1 mark, 22-21. 5. markið frá Róberti Aroni Holster. Vel gert hjá honum, líkti sig þarna á punktalínunni. Boltan í gegnum vörnina og inn að hornið. Haukar þá komið með fullskipalið. Hún er að vera lengi einum færi í 5 mínútur núna og Framarar búin að skora 2 mörk á þeim kafla, minnka muninn í 1 mark. Það gera Haukar markið. Gylfi við það missa boltan hér. Svörfi sækir gegn Róberti, kemst fram hjá honum og nær skotinu og að dæma aukakast á Róbert Aron. 6-1 kafli hjá Fram. 8,5 mínútur eftir. Svörfi, Árni Steinn. Og Árni Steinn kemst hér ekki fram hjá Róberti með skotið beint í ægi sem að stóða þarna fyrir honum. Aftur aukakastan. Haukar á litlu sem engu floti í sóknarleikinn. Höndin komin upp hjá dómarunum. Árni sækir sjálfur yfir á Tjörva og Tjörvi fyrir gegnum vörninni og Fram og skorar. Tjörvi Þorgeirsson heggur á hnútinn hjá Haukum. 20. og 3. markið. Framarar bruna staðið sóknina, halda þrýstingnum á Haukum en róa svo leikinn. Tæpar 8 mínútur eftir þessum leik. Spennan hlaupinn hér í lokafriðunginn í síðara hálfleik. Sigurður Eggertsson reynar kom boltanum með Garðar. Beint í fótinn á Mattiasi. Sigurður aftur skiptir nú stöðu við Róbert Aron. Elías og Róbert Aron fær flugbrautin og skot og skorar. 6 mörk hjá Róberti. Minkar muninn aftur niður í 1 mark. 23-22. Haukar taka hraða miðju. Sigurbergur yfir á Tjörva. Tjörvi sækir aftur á Sigurberg. Sigurbergur á Árnasteinn og Árnasteinn keyrir á vörnina og aukakast dæmt á Sigur. Heppni með Haukum þarna. Mátti engu muna að þarna hefði verið ruðningur. 7 mínútur sléttar eftir af þessum leik. 23-22 fyrir Hauka. Tjörvi á Sigurberg. Sigurbergur fer utan vert og keyrir á ægi og fær aukakast. Gæla hér við ruðninginn. Tvívegis Haukar
og tvívegis hafa þeir fengið aukakast. Herða hér gólfið. Áfram heldur leikurinn. Haukar sækja. Tjörvi. Gylfi hleypur inn úr horninu. Boltinn á Jón Þorbjörn sem reynir að koma á Gylfa og enn er dæmt aukakast. Fyrir höndin væntanlega á loft hjá dómurunum. Jón Þorbjörn og Framarar reknir hér frá. Það verða 3 metra frá boltanum. Jón Þorbjörn og Sigurbergur hátt í loftum með skot og Magnús Gunnar Ver klemdi boltan þarna á milli handar og fótar hjá sér. Þá geta Framarar jafna metin í 23-23. Sigur Eggertsson, Elías Bóasson. Elías tekur hér býsnamög skref og fær aukakast og hefur lent hér í árekstri við Tjörva. Þeir liggja hér báðir eftir. Elías haftrar hér frá. Tjörvi heldur höfuðið. Svo þetta fær þarna olnbogan frá Elíasi í skotinu í ennið. Hvort hann har fengið skurð á ennið við þetta. Aron virðist nú hafa einhverjar áhyggjur af þessu. Skotlega með grafarþögn og hann er nú blóð á gólfinu. Hefur fengið skurð á ennið. Tjörvi Þorgeirsson þarna. Einar ræði við sína menn. Tjörvi lappar hér af velli með skurð á enninu. Gísli Jón kemur þá væntanlega inn í sóknarleikinn hjá Haukunum í staðinn. En til að byrja með kemur Matthías inn í vörnina. Þeir eru ekki verið neitt sérstaklega vangaður. Vantarlega klínt duglega af vaselíni yfir skurðinn. Það var Rapp búinn að taka sinn þátt í að þurrka hér blóðið á gólfinu. Áfram endur leikurinn. 6 mínútur eftir af þessum þriðja úrslitaleik. Eins marks munur Haukum í vil. Meðbyrinn og sjálfstraustið hins vegar með Fram í síðara hálfleiknum. Sigurður, Elías Bóasson og Róbert Aron kemst hér upp í loftið en Jón Þorbjörn nær að stöðva hann. Aukakast dæmt. Hafa átt í vandræðum Jón Þorbjörn og Matthías að leysa skiptingarnar hjá sér inn á miðsvæðinu. Sigurður og Róbert Aron, Árni Steinn er í honum og aukakast dæmt. Og Einar Jónsson tekur þá hér mikinn sprett á tímavarðarborðið. Það var mikla snerpu þarna. Einar Jónsson stökk á tímavarðarborðið og tók leikhlé. Ég tek Jón Mönder. Herru, það er ekkert strauja út. Herru, ég er ekki kominn. Strákar, hei, hlusta. Ég vil fá hérna einn hægri. Hei, hlusta. Við erum beint í einn hægri. Einn hægri. Óli, það er hægri. Í einum hægri. Elli, ljótur að senda hann. Af því ég vil að Óli sé bara hérna á þrýstinum hjá þér. Þegar þú færð það. Það er beint ekki. Garðar, rift á móti Robba. Elli, niður í hún. Siggi, hver maður að manni þetta? Ef þú færð það. Hei, Sanner, það er frá. Þetta er skrifað í skíin hérna. Siggi, þín reyður. Þetta annars. Það skrifaði í skíin, sagði Daði Hafþórsson. Ég get nokkuð vissum að þessir tveir allavega séu ekki sammála því. Einn hægri ætla Framar að spila. Ólafur Jóhann og hlaupinn úr hægra horninu. Og leggjast framan á Matthías og Jón Þorbjörn akkurat þegar Róbert fær boltann. Eins
til dæmis þarna og Garðar dauðafrýr á línunni en Aron Rapp kemur Haukum til varnar og ver 10. skotið sitt. Kerfið gekk fullkomlega upp hjá Fram en Aron Rapp, Garðar pínu fljót fær þarna að setja hann undir Aron leið og hann sá hann koma út á móti sér. Aðeins og fljótur á sér. 5 mínútur eftir. Haukar aðeins skorað 2 mörk síðustu 12 mínútur í þessum leik. Sörvi hleypur inn á línuna. Sigurbergur reynir að komast fram hjá. Ægir, það gengur ekki. Framar að vinna boltann og Brunastæðir Hraðablöð. Ólafur Jóhann fremstur og hann skorar og jafnar metin. Ólafur Jóhann Magnússon jafnar í 23. Árni Steinn þorði ekki að brjóta hann á Ólafi af ótta við að fá 2 mínútna brottvísun. 4,5 mínúta eftir og jafn 23. Þriðja markið hjá Ólafi Jóhanni Magnússyni. 7. boltinn sem að Haukar tapa í síðari hálfleik einum og sér. 13. alls. Árni Steinn. Sigurbergur sækir að vörninni yfir á Árna Steinn, hann út í hornið á Gylfa. Gylfi nú erfið færi en skorar samt. Gylfi Gylfason með fyrsta markið sitt í síðara hálfleik. 7. markið hjá honum alls. Þröngt færi og setti boltann undir Magnús. Gylfi búinn að leika vel í þessum leik. Markahæstur á vellinum með 7 mörk. Sigurður Árni Steinn út á móti honum. Róbert Aron kemst ekki fram hjá Mattíasi, finnur hins vegar Sigur en Sigurður náði ekki að nýta sér gatið sem var komið þarna í vörnina hjá Haukum. Elías og Sigurður. Jón Þorsteinn lítur á honum, vill meina að Sigurður hafi klemmt höndina á honum þarna og dreigði hann þessi niður. Dómararnir hins vegar með allt á hreinu í þessum leik. Það hafa ekki stegið feilspor. Anton og Linur. Létt bankbörögn hjá Jóni og Sigurði. Hvorugur alveg saklaus. Og aukakast réttilega dæmt. Róbert Aron. Sigurður og Elías. Ólafur Jóhann hleypur með horninu, aftur kemur Róbert og hættir við að skjóta. Þeir svo í lofti hér finnur Garðar á línunni. Garðar í hrömmunum á Mattíasi Árna þarna og fleiri Haukamenn lögðu svo eitt að brjóta. Stefán Baldvin og Sigurður Eggertsson með skot, hættir við að skjóta og tekur svo skoti hér. Skemmtilega gert hjá Sigurði en skotið var yfir marki hins vegar. Haukar vissu ekki sitt rjúkandi ráð eftir gafnhreyfingunni hjá Sigurði. 3 mínútur eftir, 24-23. Sigurður, meira en brauðóttur, hann hreinlega göldróttur með boltann. Haukar geta hins vegar ná 2 marka forystu sem yrði þeim býsna mikilvæg hér á endarspreytunum. Sigurbergur gegn Ægi. Sigurbergur á Árna Steinn, nær ekki að komast fram hjá Ægi. Áfram heldur sóknin. Hálf máttlaus hjá Haukum. Gylfi lyftir sig upp yfir á Sigurberg. Sigurberg er hátt í loft upp og skorar. Mikilvægt mark hjá Sigurbergi Sveinsinni. 25-23 er staðan. Frömmurum líkur á. Taka miðuna hratt. 2 mínútur og 15 sekúndur eftir að þessum leik. Elías og Sigurður Eggertsson. Aftur yfir á Elías. Og Elías missir boltann og Haukarnir vinnan. Var endar fótur á Mattías en dómararnir dæmi ekkert. Sigurbergur 1 gegn Magnúsi og Sigurbergur Sveinsson skorar. Og fer langleiðina með að innsigla Sigurður Hauka í þessum leik. Framarar hafa hins vegar réttmæta kröfu á fótanna á Haukana. Komnir í sóknina aftur. 3 mörkum undir, tæpar 2 mínútur eftir. Sigurður Eggertsson sækir hér á Mattías og hér falla menn hver annan þveran. Menn orðnir lúnir í fótunum og þá falla menn frekar niður í fanguröðunum. Einar Jónsson tekur 3. og síðasta leikliði sitt í þessum leik við leggja línurnar fyrir síðustu 90 sekúndurnar af þessum leik 3. Herru, stýttum upp fyrir Ronda bara strax í fyrsta. Siggi, Stefni og Garðar. Fyrir með boltan, Garðar, stýttum með boltan. Robbi, þú feikar á það. Og kemur, Garðar, gefur á Sigga. Erum við á þessu? Siggi, þú bara tekur það. Já, Siggi við, já, en stýttum með boltan, fáðu 2 mínútur á það. Ég feikar. Já, herru, hlusti.
Bjarni, tekur Hjörvar, Rótti, Stefán Berri og Óli og Siggi. Herri, það þarf að Boltinn beint í fótinn á Matthíasi þarna. Þá skulum við sjá hvort að Framarar frumönum takist það að fiska Haukamann út af með því að þykjast taka aukakastið. Haukar einu sinni boltinn á Róbert og skotið beint á Aron Kvernær frákastinu. Það Freyr og hreinlega bara dæmt lína á Hauka. 11 var skotið eins og hjá Aroni. Sigur Eggertsson. Elías og Elías fyrir gegn skítur himinhátt yfir markið en búið að brjóta á honum og vítakast dæmt á Sigurberg Sveinsson. Framarar fljótir að spila sig hér í færi. Og Sigurður Eggertsson með snirtilegt víti. 5. markið hjá Sigurði, annað af vítalínunni, 2 marka munur og nú koma Framarar langt út á móti, 26-24 mínúta eftir af þessum leiks. Tjörvi á Gylfa. Haukar reyna að hlaupa sig hér lausa. Framarar mjög grimmir á þá. Sigurbergur höndin komin upp hjá dómurunum. Tjörvi nú verða þeir að sækja markinu og Aron Kristjánsson fljótur að taka leikhlé. Þó ekki að fljótur og Einar kollegans var áðan kom hérna á sprettinum en leikhlé engu að síður tekið. Sjáum við vítið hjá Sigurði. Þetta er bótt að detta bara þarna fram hjá Arni. Nonni, gott að Tjörva. Er þið með? Átni yfir, begge rétt yfir. Já, begge bara breytt. Steysi hotinu, Átni bara breytt. Spilni hotinu, spila á Tjörva. Tjörvi keyrir á þetta í gegn og þú bara ferð inn á línuna. Ertu með? Þannig að þú ferð bara á þetta. Helgin er uppi. Frangar, stöngið tilbaka. Rosa leikur og þetta. Líf og fjör í stúkunni á Ásvöllum. Lítið eftir þessum leik og enn minna eftir þessari sókn hjá Haukum. Höndin er búin að vera lengi uppi hjá dómarunum. Haukar allt og lengi að gaufa þarna við miðlínuna áðan. Það var lítinn tíma. Tjörvi sækir að vörninni. Nú verður að koma strax skot og Tjörvi kemur skoti og hann skorar og tryggir Haukum sigur í þessum leik. 27-24 er staðan. Það er ekki nema 35 sekúndur eftir af þessum leik. 7. marki hjá Tjörva. Framurinn leikur á Elías með skotið. Bylmingsskot beint í samskeytin. Og Haukar fagna unnum bolta og sigri í þessum leik. Það er ekkert sem Framarar geta gert úr þessu 20 sekúndur eftir þessum leik. Gylfi sækir og fer hér inn og setur boltan yfir Magnús Gunnar og yfir markið. 10 sekúndur eftir. Haukar klappa hér og syngja í stúkunni. Framarar öllu hnípnari. Þeir eru þó enn 2-1 yfir í þessu einvígi. Hér getur lokaflautan á Ásvöllum. Haukar sigra með 27 mörkum gegn 24, halda sínum vonum á lífi í þessu einvígi. Framarar eiga hins vegar möguleika á að tryggja sér titilinn á sínum eigin heimavelli á mánudaginn kemur. Sá leikur hefst klukkan 19:45. Og ég sendi boltan þá á Haukareyni og Hörpu sem ætla að skoða þennan leik aðeins nánar. Já, mikið rétt. Ekki verða Framarar Íslandsmeistari í dag en kannski rétt á að byrja að hrósa Reyni Þór Reynissyni fyrir frábæra spádómsgáfur. Hann spáði þessu leik 27-24 og það var svo sannlega niðurstaðan. Vel gert. Já. Mjög gert, en já, Haukarnir voru ansi nálægt í leik, ég vil bara segja bara klúðra þessu leik. Já, þeir eru hásberið frá því, voru ekki búin að skora 2 mörk eftir einhverja 15-20 mínútur í seinni hálfleik. Þetta var alveg ótrúlegur viðsnúningur og einhvern veginn allt sjálfstraust bara hvarf úr Haukaliðinu og fór og öll stemming og sjálfstraust fór yfir í framliðinu. Leikurinn er frábærlega dæmdur en einhvers síður Haukarnir náttúrulega eiginlega einum manni færri bara lungað úr seinni hálfleik. Já, það var svolítið mikið að brott reist og hérna
það þarf að skoða þetta betur hvort þetta var allt rétt, en þetta bara partur af leiknum og hérna gerði þetta greiðlega standi. En Framarar eiga hróskilið fyrir greiðlega baráttu og komið sér aftur inn í hennar leik. Þó eins og ég segi, Reynir sagði, Haukarnir voru, það gerðist eitthvað þarna hjá þeim, en náðu ekki að skora á kafla, en aftur á móti komið Framararnir mjög sterkir tilbaka og ég bjóst ekki við þeim svona sterkum og náðu að gera hennar leik alltaf spennandi. Já, mati Haukamanna, Framarar náttúrulega voru oft með sénsinn að ná í jöfnunumark og náðu því bara einu sinni. Já, náðu því og svo komið bara mikilvæg mörk og náttúrulega Haukarnir gerðu vel að klára þetta. Þeir héldu haus, en mér fannst Siggi Eggerts, mér fannst hann eiga stóra þátt í þessu í seinni hálfleik að svona draga framlið inn í leikinn. Þeir voru mikið einu færri Haukarnir, en mér fannst svona framlag Sigga mjög mikið. Hann var að skora og hann var að senda inn á línunni. Mér fannst hann draga svolítið framlið inn í leikinn. En ég held sé best að við heyrum bara í Aroni Kristjánssoni, þjálfara Hauka. Aron 3 marka sigur, til hamingju með það. Komum með örugt forskot en náðu að glotra því niður en svona höfðu þetta á endarsprettinum. Já, þetta bara ánægði með að vinna hennar leik. Við spiluðum frábæra fyrir hálfleik. Seinni hálfleik fannst mér við svona, við erum orðinir frekar svona óáræðnir í sókninni, ekki vera nægilega grimmir að sækja á þá í þessi einvíi, 1 á móti 1 og svo framvegis, svolítið passífir og þá voru þetta kjölfarið bara ekki nægilega beittir sóknarlega og fáum okkur ómikið af einföldum 2 mínútna brottvísum og ómikið einu færri hérna á tímabili þar sem þeir eru að minnka munin og sýni það bara að við þurfum að spila fullum krafti í 60 mínútur til þess að leggja fram hana. Þið byrjuðu leikinn í 5-1 vörn sem gekk eiginlega bara engan veginn en svo var það kannski 6-0 vörnin sem var ykkar tromp í þessum leik þráttur hún hafi ekki virkað jafn vel í síðasta leik. Já, ég fannst að þessu 6-0 vörnin virkað mjög vel í síðasta leik. Það var eitthvað eitt atriði eins og einn Sigurður Eggertsson sem við lendum í vandræði með en annars virkaði hún mjög vel. Mér fannst hún virkað mjög vel í dag líka lengi framan af. 5-1 vörnin, hún bara svolítið merki kannski að komin einhver þreyta í leikmenn og en við náðum að þetta, þá spilum við þá mikið betur. Talandi þreytu, hafið þið næga orku til að vinna 4. leikinn og svo hugsanlega þá 5. ef við förum að hugsa aðeins lengra? Já, ég meina þetta bara eins með bæði lið. Ég meina, þú veist, þetta reynir á bæði lið og við erum í fínu formi og þetta snýst það að menn hugsa vel sem milli leikja og skilji sála líka inn á vellinum eftir. Takk fyrir þetta, Aron. Þá Einar Jónsson, þjálfari Framara kominn. Já, Einar, hetjuleg barátta í síðari hálfleik en kannski vantaði bara þessi smáatriði upp á í blálókin. Já, við sýndum mikinn karakter og ég held að þetta bara veri við förum með dauðafæri og meðan þeir svona nýta hálffæri og þetta svona datt með þeim í þessu leik, sérstaklega í seinni hálfleik. Þeir voru frábærir fyrir hálfleik og við áttum kannski ekki mikil svör þá en komum tilbaka og hefðum svona getað stólið þessu. Kannski ekki sanngjarnt en það ekki spurt að því en við vorum flottir bara. Þetta í rauninni bara svipað mótil og í síðasta leik. Haukarnir ná góðri fórustu en svo í rauninni þegar kannski menn færu að búast við því að einhverjir eru þreyttir, þá koma þínir menn að krafti. Já, við náðum aðeins að rista upp í sig hálfleik og fara yfir okkar mál og skipulega geta upp á nýtt og þú veist, við vorum svolítið svona ekki alveg að fara kannski eftir því sem við ætluðum okkur að leggja upp með í byrjun leiks og þannig að stundum þetta bara svona, það ósköp erfitt að svara af hverju eða hvers vegna eða svona, hlutinir eru svona, þetta bara 2 góð lið að mætast og Haukarnir voru frábærir í dag og áttu bara sigur skilið. Heldur að geti jafnvel hafa verið einhver undirspenna framan að leik, menn virtist ekki alveg vera að það voru færi til að skjóta marki sem að menn tók ekki eftir eða slepptu því hreinlega að taka? Það var eitt af þessi við tölum í hálfleika, mér fannst við svona vera kannski svona fullt passífir oft á tíðum og einmitt þessi atriði sko, þannig að það má vel vera, spenna eða eitthvað svolítið stress eða eitthvað, það gæti vel verið bara, þannig að ég er svo sem engin önnur svör við því af hverju þetta var svoleiðis. En þið hafið annað færi til að tryggja ykkur titilinn á ykkar heimavelli á mánudaginn? Já, nú er bara leikur aftur á mánudaginn og við stefnum bara að við erum að gera betur heldur en við gerum í dag og við þurfum að spila betur heilt yfir og ná betri framistöðu og nú þurfum við bara svona aðeins að fara að hlaða batteríinn og gera okkur klára fyrir þann leik. Það verður bara hörkuleikur að ég vona. Takk fyrir þetta, Einar.
Já, hörkuleikur, ég held að það sé engin spurning, það hefur sýnt sig að rimur þessara liða, þetta bara veisla. Já, þetta gaman og svona á þetta að vera og þetta var frábær skemmtun hérna í seinni hálfleik og eins og Einar var að segja, þeir bara fá hrós framarðin fyrir að koma sér aftur inn í leikinn og geta stólið þessu, þannig að mér fannst svona bæði lið sína bara fína karakter og Haukarnir að klára þetta og framarðin að koma sér inn í leikinn. Það hefði náttúrulega verið óeðlilegt ef þessi rimma hefði klárast 3-0. Já, mér finnst það. Þetta eru 2 gríðarlega sterk lið og mér þótt það svona fúlt handboltans vegna og það verður náttúrulega bara ótrúlega gaman að fá oddaleik í kalla alveg eins og við erum að fá í kvenna á morgun. Aðeins eitt lið sem getur unnið titilinn á mánudaginn og það eru Framarar hljóta fjölmenna í Safamýri, það hlýtur að vera. Já, alveg pottþétt og stemmingin var fín hérna í dag og það verður alveg sneisa fullt, allir verður ekki með borgara á kantinum og hérna einhverja stemmingu. Það verður örugglega bara tróðfullt og löngu fyrir leik. En þá er Gylfi Gylfason, hann átti frábæran leik, var með einhver 7 eða 8 mörk og frábæran leiknum og hann er tilbúinn í viðtal. Gylfi, til hamingju með sigurinn, þið eru ennþá á lífi í þessu eini? Já, við urðum að vinna til að halda okkur á lífi og þú veist, þetta er bara hver leikur úrslitaleikur, við verðum að vinna 3 í röð og þetta var fyrst af þeim og bara vona að þetta haldi svona áfram hjá okkur. Við náðum góðu skrið í byrjun og svo svona aðeins fannst mér botninn dett úr þessu í seinni hálfleik. Við komum ekki alveg nógu sterkir inn í hálfleikinn en svona náðum að rífa okkur aftur í gang síðustu 5 mínúturnar og þá slapp þetta. Þetta er rauninni bara svipað og gerðist í síðasta leik. Við erum með gott forskot, virðist vera í fínni stöðu en í staðinn fyrir að klára leikinn þá gefið eftir. Já, ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er kannski, þú veist, það fer náttúrulega mikil orka í fyrra leik og kannski er þetta einhver smá, þú veist, ég veit það ekki, kannski smá kærleys, ég trúi samt ekki, sko. En þetta er eitthvað, við, þú veist, hættum að spila eins og við gerum alltaf þegar við náum forskotuna, hættum að keyra á það og förum aðeins að reyna, þú veist, venda þetta forskot sem við höfum búin að ná og þá fer alltaf bara í rugl. Kannski ef maður sér kannski vörnin í ákveða, svona þetta hálfa skref sem að menn tóku út á móti Frömmurnum í fyrri hálfleik, menn tóku það ekki í seinni hálfleik og þá náttúrulega voðinn vísa móti liðin svo fram. Já, nákvæmlega. Þegar, þú veist, við vorum ekkert að hleypa þeim inn fyrir 9 metrana og þú veist, við vorum bara að brjóta á þeim og þá gekk þetta vel og svo eins og segir, hleyptum við þeim, þú veist, hálfa metri inn fyrir, þá eru þeir konur í ákjóðslegt færi, þá lefðu, þú veist, Sigurður og Róbert, þeir skora bara öllu skoð sem þeir taka fyrir innan 9 metra, það verður að brjóta á þeim. Svo í lokin þá höfðu þið, já, svona bæði klókindi og pínu heppnina með ykkur hérna síðustu mínúturnar þegar þið náðu aftur að siga fram úr. Já, þetta var svona, þetta var komið í jafntefli og þú veist, þetta hefði við rauninni getað dottið hvorum einn sem er, en við náðum að einhvern veginn að ræta þessu. En svo segir það, annar úrslitaleikur á mánudaginn. Þú ert nú kominn af léttasta skeiðinu, hvernig er skrokkurinn? Hann er ágætur, sko. Það verður örugglega ekkert sérstakur á morgun, en þú veist, maður hefur 1 dag. Þannig að, þú veist, það bara henda sér í ísbæðið og gera þessu upp. Og þið ætlaði að fá annan leik hér í fimmta leiknum? Já, klárlega. Takk fyrir þetta, Gylfi. Þá er Stefán Baldvin Stefánsson, já, sem að leikur nú einmitt beint á móti Gylfa. Já, ekki í vörninni. Ekki í vörninni, í sókninni. Hann fær að hafa gætur á þér í vörninni á Haukunum, en hörkuleikur og í rauninni hetjuleg barátta hjá okkur í seinni hálfleik að ná að vinna upp þetta forskot Haukana, en hvað gerðist svo? Já, það var náttúrulega frábær karakter hjá okkur að ná að jafna. Það voru mikið púður sem fyrir það og við ætlum að hafa ekki bara tekið aðeins svo mikið á að jafna leikinn þar segja. En það náttúrulega vantaði kannski líka í ykkur svolítið mikið púður í fyrri hálfleiknum, sóknarlega kannski sérstaklega? Já, sóknarlega, já, við vorum að gefa rosa mörg hraðaplöp, að skjóta illa og missa bolta frá okkur, þeir skora trekka okkur fullt af hraðaplöpum og þar liggur svolítið munurinn í dag. Og þeir náttúrulega á móti kemur þið náðu að fækka feilunum í seinni hálfleik og náðu með vörninni ykkar að búa til fleiri feila hjá Haukunum? Já, það var bara svo leys. Ég veit ekki hvað að segja meira það, en það er bara hálf rétt í þær. Nú hafið þið alveg heilan dag til að safna kröftum og vinna ykkar málum fyrir fjórðarleikinn sem er á ykkar heimavelli. Hvað er það þá helst sem þið þurfið að laga fyrst þið sýnið í rauninni ykkar bestu og verstu hliðar í báðum síðustu leikum? Ég held að tíminn fram að leik fær nú bara aðallega í það að sjá vel sjálfan sig og láta svolítið strjúka sér og svona. Og til þess að bara vera líkamlega tilbúnir næsta leik. Ég held að það sé aðalmálið. En andlega, Einar tók undir að það kannski verið pínu undirspenna framan á leik? Já, hugsanlega.
Einar búinn að leggja úrslitakeppnina upp bara mjög svona afslappað og það hefur gengið vel hingað til og ég hugsa að gerum það nú bara áfram. Við þurfum bara að vera örlítið graðari og hvenær er þetta mánudaginn? Á mánudaginn þá verðum við bara klárir í þetta. Takk fyrir það, Stefán, gangu vel. Stefán hefur að vonast eftir að fá einn aukadag hann í hvíld. Já, hann var ekki alveg með þetta á hreinu, hvað hann var að spila á mánudaginn. Það er mikið talað þetta líkamlega álag. Það eru náttúrulega eins og Einar kom inn á menn sem er komin að léttasta skeið í báðum liðum í leikhlutverkum. Hvað er ráða? Það er endurheimtin, hún skiptir miklu máli, til dæmis eins og bara hreyfa sig létt hérna eftir leik og teygja og mataræði strax eftir leik, ísbað jafnvel og létt hreyfing á morgun og teygjur. Og svo er það náttúrulega á morgun og fram að leik, það er bara aftur mataræði, það skiptir bara öllu máli. Munar mikið um innkomin Gylfa, hann var alltaf í banni í fyrsta leiknum í þessari rimmu. Hann hefur verið alveg frábær og er núna markahæsti leikmaðurinn í úrslitakeppni Haukum þrátt fyrir að hafa mist hann úr leik. Já, hann er búinn að vera gríðarlega mikilvægur eins og þú segir í þessum einvígum og náttúrulega algjör reynslubolti og mikill karakter og gríðarlega gott fyrir Haukana að hafa hann svona sterkan með sér. Hvað fáum við að sjá á mánudagskvöldi? Örugglega bara mjög spennandi leik og skemmtilegan. Ég held að svona taugarnar fari svolítið að segja til sig núna og þreyta og meira mistökum og jafnvel hægari leikur og meiri stemming. Þetta verður svona bara háspenna lífsætta held ég. Það verður háspenna lífsætta eins og hjá konunum morgun. Það verður hreinn úrslitaleikur, 8 leikur hjá Fram og Stjörnunni og svo 4 leikur hjá Köllunum á mánudagskvöldi. Nóg að gera á okkur á RÚV og á RÚV íþróttum. Við þökkum fyrir okkur í dag. Haukar heldur sér á floti í úrslitunum. Takk fyrir, verið sæl. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.